Komið sæl og velkomin í Spursmál. Föstudaginn 29. nóvember. Það eru kosningar í fyrramálið. Kjörstaðir opna eldsnemma og verða opnið til kl. 10 og upp úr því förum við að fá fyrstu tölur það hvernig þjóðin hefur kosið til Alþingis til næstu 4 ára. Þetta búið að vera mjög spennandi. Kosningabaráttan snörp og góð, háð meðal annars við þetta borð hér í Spursmálum, en líka í kappræðum frambjóðandana hjá okkur á mbl.is í gær. Við ætlum síðan að gera þessi mál upp á Reykjavík Hilton Nordica á sunnudagskvöldi kl. 8. Fólk getur tryggt sér miða á tix.is og ég hvet ykkur til að koma og taka þátt í þeim góða gleðskap. Þar kann að vera að einhverja línur skýrist það hvaða stjórn verður mynduð hér til næstu 4 ára. Við birtum líka könnun í gær, loka könnun frá Prósenti. Þar eru mjög forvitnilegir hlutir að gerast, Viðreisn að gefa þess eftir, Sjálfstæðisflokkurinn að bæta við sig, það sama má segja Framsókn, Vinstri grænir virðast vera fastir í einhvers konar dauðadal í kringum 3,5% eða svo, en það ekki þessar tölur sem að skipta máli úr þessu, það eru tölurnar sem að koma upp úr kössunum á morgun. Þetta allt mjög spennandi. Mér langar til að sýna ykkur hér eina skemmtilega mynd frá kollega mínu hér á Mogganum, Þóroddi Bjarnasyni, sem hefur í næstum því 15 ár haldið úti skemmtidagskrá á síðum Viðskiptamoggans, Réttaríkinu, þar sem hann leikur sér með kindur af ýmsu tagi og hér mjög góð mynd. Þarna eru kind og hestur að tala saman, sebrahestur. Og af hverju hann sebrahestur? Það vegna þess að hann að lenda í því sem að margir telja að Dagur B. Eggertsson muni lenda í núna í kosningabaráttunni, eða þar að segja á kjördag, það að lenda í yfirstrikunum. Eru sebrahestar kannski bara gamlir stjórnmálamenn sem strikað hefur verið yfir? Ég gaman að þessum húmor og öllum þeim réttaríkjum sem að birtast í viku hverri í Viðskiptamogganum og hvet ykkur til að fylgjast með baksíðunni þar. En svo langar mig til að segja ykkur eina sögu sem að tengist pólitíkinni bara ekki neitt. Þannig Eldur Ólafsson, félagi minn, hann hefur núna í 10 ár unnið að uppbyggingu námufyrirtækis í Grænlandi, nánar tiltekið á Suður-Grænlandi og aðal náman sem þeir eru að vinna í heitir Nalunak náman. Nú hafa þeir fundið nýja gullæð og þeir eru líka byrjaðar að vinna gull úr þessari námu og þarna sjáu þið nýjustu myndina af Eldi, hann aldeilis kátur enda hann með gullklump í hendinni. Þetta til marks það hvernig öflugt íslenskt hugvit, þekking og áræðni getur skila verðmætum í hús bæði fyrir þjóðarbúið okkar en líka það grænlenska. Þetta eru góð tíðindi fyrir alla. Við skulum fagna þessu núna þegar við göngum á kjörborðinu. Ég ætla að ræða kosningarnar á morgun við þau Geir Haarde fyrir forsætisráðherra og Björt Ólafsdóttur sem var ráðherra hríð fyrir bjarta framtíð. Þau ætla að ræða pólitíkina og reyndar ævisögu Geirs og svo í lok þáttarins þá fáum við þær Ólöfu Skaftadóttur og Kristínu Gunnarsdóttur. Þær halda úti hlaðvarpinu komið gott. Þær eru ómálefnalegar með afbrigðum og ætla að vera það hér í 25 mínútur eða svo. Hlakka til að vera með ykkur hér næsta klukkutíman. Fylgist þið með. Skoðaðu úrvalið frá mörgum að þekktustu vörumerkjum heims. Matthilda Kringlunni, Matthilda Smáralind og matthilda.is. Eitt víst. Við látum verkið vinna. Fæði, klæði, húsnæði, heilbrigðisþjónusta, menntun. Fyrir fólkið fyrst. Svo allt hitt. Hjá Kólumbusævintýraferðum leggjum við áherslu á góða fararstjórn og skemmtilega upplifun. Umfram allt viljum við uppfylla væntingar okkar ferðalanga þannig að þið njóti ferðana með eftirminnilegum hætti. Við förum víða. Kólumbus ævintýraferðir. Ég kom út gluggann inn í nóttina. Það sem jólin bíða þín. Húsasmiðjan og Blómavall. Við köllum eftir ábyrgum ríkisfjármálum fyrir íslensk fyrirtæki og heimili. Beinum athyglina að því sem skiptir máli. Höldum okkur við aðalatriðin. Samtök atvinnulífsins. Komið sæla 9. Hingað eru komnir góði gestir. Þessa vikuna ég ekki með stjórnmálamenn á sviðinu. Við vildum gefa þeim frí til að vera á öðrum stöðum. Þeir eru búin að vera hér síðustu vikunar. En við gátum auðvitað fengið til okkar fyrrverandi stjórnmálamenn sem að geta talað reynslu bæði það sem að blasir við okkur núna á lokametru baráttunnar, en kannski ekki síður það sem að mun gerast á komandi dögum þegar að talið verður upp úr kjörkössunum.
Þetta eru þau Geir H. Haarde fyrir forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins og Björt Ólafsdóttir sem var ráðherra fyrir Bjarta framtíð og núna forystumaður í svona byggingaþróunarverkefnum í Reykjavík, mjög spennandi störf sem hún sinnir þar. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Takk. Geir, ég hef nú ætlað að fá þig hingað fyrir nokkru síðan, ég ætlaði að fá þig til að ræða hér bandarísku forsetakosningarnar en svo fór allt í háalott út í íslensku pólitíkinni og í millitíðinni þá ert þú búin að gefa út ævisögu og það gaf mér nú ekki síður tilefni en bara staðan í pólitíkinni til að draga þig hingað í settið. Já, þakka þér fyrir það. Þetta fór nú svolítið öðruvísi í Bandaríkjunum heldur en að maður hafði spáð. Já, hann vann þetta nokkuð örugglega Karli. Já, jú, gerði það. Já. Hann tekur við í janúar en þessi bók sem að þú ert að gefa, þú settist niður fyrir nokkrum misserum síðan og byrjaðir að rita æviminningar þínar. Nú þær komnar út í þessari þykku og stóru bók og þú ferð já, kannski ekki landið þvert og endilangt en þú ferð víða að kynna hana þessa dagana. Já, ég hef verið beðinn að koma á allsins fundi í klúbbum og hjá fyrirtækjum og svona. Mér finnst það bara gaman, ég hef gaman að þessu. Mér er alltaf gaman að mæta á fundi og ræða við fólk og þarna koma alls spurningar bæði þetta og allt mögulegt svona sem maður reynir að svara. Þetta er bara skemmtilegt og það er líka gaman að kynnast svona þessari hlið á bókaútgáfu sem ég ekki þekkti. Einmitt. Það sem þú gerir að þú segir þína sögu á persónlegan hátt og það kemur auðvitað í ljós þó að margir þekkið á skjánum áratugum saman í pólitíkinni að þá er þarna saga sem er ósögð fyrir almenningi af fjölskyldunni, bæði sigrum og ósigurum, harmur sem að kveður að fjölskyldunni þegar þú ert ungur drengur. En þú ert líka persónulegur og tekur þennan persónulega vinkil inn í pólitíkina. Við fáum að skyggnast inn í ýmsa stóra atburði út frá bara þínu hjarta. Já, þetta var eitt af því sem ég þurfti að ákveða. Svona verkefni er allt fullt af ákveðunum. Á maður að hafa þetta með, á maður að sleppa þessu, á maður að gefa þessu meira rím og svo framvegis. Og eitt af því sem ég þurfti að ákveða var hvort ég ætti bara að vera með atvika og atburða lýsingu eða opna sjálfa mig aðeins, leyfa fólki að sjá hvað ég var að hugsa og hvernig mér leið á svona mikilvægum augnablikum. Og ég ákvað bara að gera það þó að það sé kannski ekkit auðvelt fyrir mann að vera eitthvað að segja frá sínum eigin tilfinningum og svona nokkru en ég hugsaði með mér, ok, lag góð með það, ég ætla bara að hafa það þannig. Þannig að þess vegna er víða þannig bæði frá æsku árum og svona hlutir sem ég hafði aldrei sagt nokkrum manni sko. Hérna í sambandi við þessi áföll sem ég var fyrir æsku, andlát í fjölskyldinu og svo framvegis. En líka sko þarna aftarlega í bókinni þegar það komið að þessum örlaga tímum í haustið 2008 og svo fram í janúar 2009. Það eru í raun örlög þín að vera í embætti forsætisráðherra þegar þessi ósköp dynja yfir öllu þjóðfélaginu. Já, það er nú kannski ekki verkefni sem nokkur maður hefði fyrirfram kosið sér, en þegar að þetta gerist þá verða menn auðvitað að sýna ábyrgð og axla hana, taka ábyrgðina sem hefur verið lögð á herðar manni í þessum aðstæðum. Og ég segi það nú í bókinni þarna þegar kvöldið áður heldur en að neyðarlögin voru samþykkt og ég flutti í sjónvarpsvarpið 7. október sem sagt, aðfaranótt 7. október, þá var ég að hugsa þetta og gera mig grein fyrir því að það var langt síðan jafn þung ábyrgð hefði verið lögð á nokkurn mann eins og í þeirri stöðu eins og ég var í þetta kvöld þessa nótt. Þannig að ég fer bara svona yfir þetta. Aðalatriðið þó í sambandi við alla þessa atburði er það að það sem við gerðum og ákváðum og hrindum í framkvæmd heppnaðist og við komumst í gegnum þessa krísu án þess að ríkissjóður eða þjóðarbúið yrðu gjaldþrota í kjölfar gjaldþrots bankana sko. Út af það gekk auðvitað sjónvarpsvarpið og út af það gengur neyðarlögin að bjarga því. Björn, þú komst inn í pólitíkina eftir hrunið, en manstu Ég man svo vel eftir þessu og það verður gaman mjög áhugavert að kíkja í þessa bók. Ég nota jólin oft til þess að leyfa mér að sökkva í bækur, þannig að ég býð spennt. En auðvitað og bara mjög ánægð með að Geir sé að hleypa okkur svolítið innundir og út af því að þetta sló alla auðvitað svo rosalega og þessi ræða sem hann heldur á þessum tímapunkti er auðvitað bara, sko, hún er ennþá í ferskum minni, bara líðaninn hjá fólki þegar það heyri þessi orð. Manstu hvað þú varst þegar að ræðan var send út í ríkisútvarpinu? Ég hef líklegast verið
heima hjá mér á Tjarnargötunni. Já. Já. Ég var í hópi samstarfsmanna upp í Háskólanum í Reykjavík og menn voru auðvitað mjög slegnir. En eitt af því sem ég skynjaði, fannst mér skynja, menn voru að reyna átt að sjá hvað var að gerast og ef ég skildi ræðuna rétt þá varst þú að reyna að gera fólki grein fyrir því hvers konar ósköp væru að ríða yfir. En mér fannst fólk eiginlega ekki alveg kveiki á því fyrir en þú sagðir einfaldlega Guð blessi Ísland. Það var ekki hluti af henni skrifuðu ræðu. Jó, ég setti það nú inn sko í lokin, þetta var komið inn í þarna talvélina, en það var svona þungi sem að fylgdi því. Vöngum yfir því hvort ég ætti að hafa ljúkanir með þessum orðum eða einhverju öðru, mér fannst, sko þetta var það alvarlegur boðskapur og það sem ég er að reyna að segja er þetta að bankarnir eru komnir í þrot, kannski hugsanlega eitt sem lifir af, Kaupþing þennan dag, og þeir eru búin að sigla sig í þrot en við ætlum að koma í veg fyrir að ríkissjóður og þjóðarbúið farið sömu leið og þetta þurfti maður að segja án þess að framkalla sko ofsaræðslu eða panik og þá þurfti maður að leggja áherslu á alvarleika málsins, þungan í þessu og sumir sem sagt töldu að hann hefði legið þarna í þessum lokaorðum, þessi þungi en fyrir mér var þetta nú bara falleg svona kristileg kveðja en hafði þetta líka þessi áhrif en þetta gramdist mér svo eftir á þegar fólk var að hæðast með þetta og tala að ég hefði verið að ákalla æðri máttarvöld og eitthvað svona, varu allskeis pólitískir andstæðingar manns sem að léku þann leik sko, sem ég fannst alltaf frekar ómerkilegt og ég hugsaði með mér, ég kannski hefði betur sagt eitthvað annað í lokin til þess að losna við allt þetta en núna eru liðin 15 ár og núna finnst mér þetta bara að hafa verið þessi gott. Já, hún eldist vel þessi ræð og hún nú aðgengileg á YouTube. Ég hef nokkurnu sinnum hort á hana þegar maður er að velta fyrir sér þessum atburðum því þetta setur hluti í samhengi. Kannski rétt í lokina á þess að ég ætla að staldra hér endalaust við hrunið. Þegar menn flytja ræð á þessu tagi, eru menn ekki með kökk í hálsinum? Ég býst við því að flestir væru það sko. Þetta var auðvitað allt líka gert í svo miklu tímarhækki. Þetta er svona á laugadeginu sem það skýtur niður þessari hugmynd að það verði að kannski að gera þetta svona. Í staðinn fyrir að vera bara í fréttum eða vera í kastljósi að flytja sérstakt ávarp klukkan 4 eftir lokun markaða til þess að leggja áherslu á hvað og sýna fram á alvöru málsins. Síðan er þetta náttúrulega allt gert í miklu tímarhækki þó ég hefi haft aðstoð við þetta. Og svo alveg á síðustu metrónu þarna með þessi lokvar þá sátum við bara í kaffi heima hjá mér við Inga Jóna og einn dóttir okkar og vorum að bara rétt á ég var bara fór heim til að skipta föt áður en ég fór í sjónvarpið. Þetta er ekki eitthvað verkefni sem maður getur gert eins og hverja þeirra rútínu. Þetta var alls ekki auðvelt en þetta hefnaðist ágætlega og vakti þá athygli sem þurfti og svo kvöldið beint í kjölfarið þá fór ég niður í þing og við afgreiddum frumvarpið. Neyðarlögin. Og þá byrjaði líka önnur atburðarás sem ég fer í gegnum þarna þegar Bretarnir fara að skipta sér af fjármálaráðherra Bretlands það var að hringja niður í Alþingi í gegnum sendiherrann sinn til að reyna að hafa afskipti af þessari löggjöf sko, sem ég fannst alveg fullkomlega óviðeigandi, alveg eins og öll viðbrögð Breta þessa viku, fullkomlega út úr öllu korti miðað við tilefnið og byggð á misskilningi. Og þannig hefur Ólafur Ragnar meðal annars tjáð sig þessa menn meðal þessi viðtöl við okkur, notað ýmis orð, misvögur þessa stjórnarherra. Já. Það er sjálfsagt ekki dómælt í því. Hefðu, ég hvet fólk til að lesa þessa góðu bók að sjálfsögðu. En færum núna að talið að kosningunum. Við vorum hér með geysi áhugaverðar kappræður milli stjórnmálaleiðtogana í gær og þungin er þetta að verða svakalegur í baráttunni. Þið þekkið þá tilfinningu þegar það er sólarhringur í að kjörstaður opni. Við erum með kannanir sem er að sýna flokkana á talsverðri hreyfingu, alla flokkana meira og minna nema kannski Vinstri græna. Hvernig mun síðasti sólarhringur spilast í þessu, Björt? Ég held að, og mér sýnist nú það sé að gerast sem að oft gerist, að fólk svona, það er engar bombur að fara að koma núna. Fólk bara reynir að halda sjó og haus og svona komast skamlaust frá þessu meira ég held að þetta snúist meira að fólk áhorfendur upplifi bara einhverja tilfinningu frekar en kannski það sem er sagt er fólk æst eða er það staðfast og rólegt og yfirvegað og þetta skiptir rosalega miklu máli og ég horfði á ýmsar kappræður sem er búin að vera á Stöð 2 líka og hjá ykkur bæði í gær. Og mér sýnist allir vera að bera sig bara mjög vel.
Fólk mjög svona fókuserað á þetta, að skapa enga glundröða fyrir sig og sína á síðustu metrunum. Menn ætla alls ekki að stíga í einhverju gildru, maður finnur það að menn stíga varlega til jarðar. Mjög varlega, en samt tekist á og það bara flott að vera að ræða málefnin og núna síðustu vikuna hefur mér, Viðreisn hefur auðvitað verið á flugi, Samfylking líka og aðrir svona, en svo að pikkast upp aðeins hjá einhverju Sjálfstæðisflokknum og auðvitað VG bara þar sem að þau hafa verið núna eftir þessi stjórnarslit og Framsókn mjög lág. En aðeins að pikkast líka upp þar ef að þessar kannanir eru réttar. Sósíalistar, hún Sanna Magdalena bara fyrir sig og sitt fólk kemur fram með sóma. Vel undirbúin. Hún að hala gríðarlega mikið fylgi bara á sínum persónutöfrum, svolítið eins og Inga Sæland. Já, og Inga náttúrulega, hún auðvitað bara algjör rockstjarna. Þú veist, þetta allt sjarmerandi fólk fyrir sitt fólk. Það er þannig og gera þetta bara mjög vel. En svo það sem núna kannski síðustu vikuna hefur mér fundist áhugavert að mikið búið að ræða Evrópumálin, fólk í Viðreisn, Guðbrandur og aðrir hafa látið lokka sig út í það og þurfa auðvitað að svara og Þorgerður líka og fyrir suma það gott að það heyrist mjög skýrt afstaða þar en fyrir aðra það kannski ekkit svakalega gott út því að maður sér að maður veit auðvitað með Samfylkinguna Kristrún, maður að flokka þetta saman hvert getur stjórnarmynstrið orðið og þegar það fer allt inn að sýna sig að þannig getur verið 2 flokkar, mjög stórir sem ætli mögulega að gera það stóru máli, að eyða orku í það mál. En ekki augljóst að þeir ætla að gera það? Já, ég meina fyrir suma það ekki dóðalega sjarmerandi ef þú ert að velja á milli þess að kjósa til hægri eða kjósa til vinstri. Og þá ég auðvitað ræðum Viðreisn. Hvor megin ætla þau að fara? Já, Þorgerður virðist vera, ég vísa nú bara í veðbankar hreinlega, það verðast taldar langmestar líkur á því að hún muni setjast í stól forsætisráðherra eftir þessar kosningar. Já, ég spái því að þau lækka aðeins út af þessu, út af því að hægri menn sem áður þá vildu alveg eins líka Viðreisn og vildu styðja við þær góðu hugmyndir sem eru þar líka. En svoraði ekki út af Evrópumálum? Já, og ég nefni bara geðheilbrigðismál, ég nefni að þau hafa mikið talað ungt fólk, unglinga, vímuefnavanda sem við bara því miður sjáum bara stigvaxandi fara á verra veg og það verður að segjast þessi ríkisstjórn hefur gert marga góða hluti en þau ekki staðið sig þar. Bara alls ekki. Það eru foreldrar að bera börnin sín út í kistum. Mér bara þetta mál mjög skylt. Ég kemur úr svona umhverfi þar sem verið að hjálpa ungu fólki og hjá foreldrar mínum. Og það alveg ótrúlegt hvað þessi hlutir hafa farið halloka á undanförnum áratugum. Þú ert alveg upp á Torfastöðum þar sem foreldrarnir hafa verið með meðferðarheimili fyrir börn. Og auðvitað fjölskyldur þeirra, svo að unga fólki komi tilbaka og geti fái stoð inn á sínum heimilum. Fáir verið lengur í meðferð en þú. Já, heldur betur. Það má segja, og þeir systkini. Akkurat. En þannig að þú veist, það eru svona atriði þegar þú átt að fara að velja viljum við þessa áherslu í þessa átt eða hináttina að þá held ég að Sjálfstæðisflokkurinn fari svona aðeins að pikka upp, verið stali aðeins, Samfylking verður svona á svipuðum stað og ég spái því að flokkarnir verði 9 á næsta þingi. Já, svo margir. Já, ég held að þegar á endanum séu stuðningsmenn Vinstri grænna að fara að styðja hana Svandísi. Þú ert komin inn í kjörklefann, hún kann það vel og hún sýnir auðmýkt, hún svona svarar vel, hún hefur játað það á síðustu dögum. Herri, ég tala of hratt eftir ágjöf eins og þessi stjórnarslit voru. Fólk var ekki sátt við kannski hvernig það fór allt. Geir, þannig ég held það. Þú heyrir Björn segja að Sjálfstæðisflokkurinn sé að pikka upp, þú hlýtur að mala eins og köttur við þau tíðindi. Þér lístu ekki á stöðu því skafla flokks, er það? Mér langar bara aðeins að segja eitt víst, að starfsemin á Torfastöðum sem foreldrarnir ráku var alveg til sérstakara fyrirmyndar. Ég kynntist í þegar ég var í fjármálaráðuneytinu.
bara alveg sérstaklega áratuga úthald. En sko varðandi stöðuna núna, þá sýnist manni að þessar kannanir sem hafa verið að koma og svo kemur náttúrulega svo síðasta í kvöld, séu svona nokkurn veginn að fanga þetta. En þó held ég að það sé rétt sem að Björn segir að Sjálfstæðisflokkurinn á þarna eitthvað inni. Og mér finnst líklegt að þetta endi þannig að Samfylkingin detti eitthvað niður fyrir 20, eitthvað smá veis og það verði þarna 3 flokkar á líkuróli. 16, 17, 18, einhver kannski 19. Viðreisn, Sjálfstæðisflokkur og Samfylking. Síðan koma þarna miðflokkurinn og Flokkur fólksins, ég veit ekki í hvaða röð, miðflokkurinn verið aðeins verið að dala en hann gæti verið eitthvað rétt undir 15, kannski 12, 15 og Flokkur fólksins aðeins minna kannski. Ég hef enga trú á því að Framsókn sé í neinni hættu, ég held að þeir fái að mista kannski 10%, þeir eiga það bara, ég var nú að ræða við mann sem þekki vel til dæmis í Suðurkjördæmi, getur það verið með allt þetta bændafylgi að Framsókn fá engan þingmann, nei, sagðan, það erfðafræðilega óhugsandi. Svoleiðis að hérna... Það er eðlisfræðilega ómögulegt. Þannig en hitt annað mál sko að síðan baráttan þarna á neðst. Og ég nú nokkuð samfærar að VG mun ekki ná inn, ég held að þeirra áhyggju séu núna það að þeir ná yfir 2,5% því að það eru mörkin fyrir því að fá opinberan styrk. En auðvitað sjálfsagt verðaðu þarna nær 5 heldur við það, ég býst nú við því. Tölfræðin sýnir að þetta eru 3 flokkar sem eru bara í stórhættu og það getur þó allt gerst sko, þeir gætu hugsanlega allir náðinn. Alveg eins og Sjálfstæðisflokkurinn af þessum 3 efstu gæti orðið efstur sko, það er hugsanlegt. En þeir gætu hugsanlega náðu allir, þeir gætu hugsanlega líka allir dottið út. Og þá eru kannski 12-15% atkvæða þarna, 10-15% atkvæða sem að falla dauð niður og nýtast á öðrum flokkum við nýtingu eða semst þegar við útlutum þingsæta. Ásamt lýðræðisflokknum og ábyrgri framtíð sem virðast geta skilað kannski í kassan 1,8%. Já, þetta safnast allt saman og mun þá nýtast þeim sem komast þarna inn. Þannig að fólk sem að hugsa að kasti ekki atkvæði sín á glæ, ætti að hafa þetta svolítið í huga. Sko. Hverjum þeir að hjálpa ef þau kjósa vonlausan flokk? Hverjum nýtist það atkvæði á endanum? Menn munu kjósa taktískt, bara eins og menn gerði í forsetakosningu í vor, það er bara eðli kosning að menn gera það? Jú, það er að vísu svolítið flóknara. Það er erfitt að flóka, að reikna þetta. Það er svolítið flóknara. En það er þessi dauðadalur sem að VG virðist vera í, að einhvern veginn að menn horfa bara á það á fasta í 3,4% og það virðist bara augljóst að þetta séu dauðaatkvæði. Og þá er svo erfitt að sannfæra fólk að koma vagnin. En svo bara hvað gerist á endanum? Þú ert inn í kjörklefa, það er allt einhvern veginn í einhverju flatt, þú getur eiginlega illa reiknað út eða út vinstra megin, býtur mun Viðreisn fara með okkur eða fer hún hinum megin og þá verður þetta bara svo stór spurning að ég trúi því að margir einhvern veginn kjósins eru vanir að gera. Og ég held að það verið niðurstaðan og ég held að sósíalistar komist líka inn. En ef að þetta reynist ef að raunin verður þessi þá verður þetta auðvitað dálítið flatneskja. Það verður mjög erfitt að koma, það verða margar umferðir í stjórnarmyndun ef enginn hefur einhvern veginn mjög skýrt umboð og jafnvel 3 flokkar sem hafa sama umboðið einhvern veginn. Þá verður þetta dálítið rúlletta. Nú er nýr og reynslulaus forseti og þá er ég að tala reynslulaus sem pólitíkus. Það er engin ákveðin prótókoll í því hver fær stjórnarmyndunarumboð eins og við sáum 2013 þegar Ólafur Ragnar valdi flokkin sem varð ekki stærstur og hann er þeimd úr. Er forsetanum stætt á þeirra að láta þann sem að fær mest fylgi í kosningunum hafa umboðið fyrst? Er það ekki svona það sem að maður myndi kalla öruggt val? Já, það má segja það, en það er samt engin regla í þessu. Sko. Forsetinn mun tala við alla formum flokkana í þeirri röð sem að hún ákveður, væntanlega stærðarröð. En síðan ef það liggur fyrir, það ekki má segja að það sé rökrétt að fela stærsta stjórnarflokknum, en það verður að koma í ljós eftir þessar viðræður hvar formennirnir telja þessi grundvöllur. Ef það er grundvöllur fyrir 3 flokka stjórn, jáfnvel án þess að stærsti flokkurinn komi við sögu, þá getur legið beinast við að fela einu af þeim að taka forystu í stjórnarmyndun. En svo getur þetta líka verið rétt sem Björn var að segja, að þetta fari í nokkra hringi. Það eru dæmi það úr sögunni sem ég man eftir að einn formaður hafi fengið umboðið 4 sinnum sko. Já, hvar var það? Ég held að það hefði verið þarna áramóti 79-80. Já, þeir eru karúsellu að þeirri. Já, þá voru menn að fá þetta umboð til skiptis. Það skiptir í raun og veru ekki öllum máli hver er með umboðið.
ef að menn að tala saman í heildum og ætla sér að mynda stjórn, sko, og þá auðvitað dæmi það að sá sem fekk umboðið hafi ekki orðið forsætisráðherra, heldur annar leiðtoginn. Já, þó að hann hafi fengið umboðið og kláraði stjórnarmynduna. Já, það eru til dæmi það. En sko þetta, ef þetta kraðaklokka sem eru með svona 17%, 17-18, þá geta einhverju tveir þeirra samanlagt verið með segjum 35 til 40 og þá vantar bara einn upp á. Hver er það? Framsóknarflokkurinn, hugsanlega, ef að mikið atkvæði með dautt, þá kannski dugar það. Og svo framvegis, það er allskyns variasjon í þessu. Þetta er kannski ekki alveg eins mikil sko súpa, óskiljanleg súpa og það er auðvitað það sem að gerðist þegar Björt Framtíð fór í ríkisstjórn að þá tók Benedikt undir hendina á honum Óttari Proppé og Viðreisn og Björt Framtíð fóru saman í þessar viðræður svona, hvað ég segja, þvert á milli flokkana og það fóru auðvitað alveg gríðarlega í taugarnar á öðrum. Þannig að það er hægt að gera alls kyns svona hluti, sko. Bundið til bandalag við en það voru erfiðar umræður. Ég held að sjálfur rétt sem þú sagðir að þetta fer mjög mikið eftir í hvaða áttina Viðreisn vill halla sér, sko. Ef hún vill mynda stjórnarsamfylkingunni sem mér finnst ekki ólíklegt, finnst það reyndar mjög líklegt, þá þarf bara að fá einhvern einn sem með það, það gæti verið Framsókn. En nú hefur Guðbrandur Einarsson sagt, ég vil bara fá stjórn með Pírötum og Samfylkingu. Getur verið að við myndum bara sjá það teiknast upp bara á sunnudaginn? Já, mér finnst allavega ágætt að vita það sem kjósanda. Þetta fer pínlítið eftir úrslitum kosninganna. Já, dálítið. En þetta gæti alveg gerst. En svo eru líka aðrir möguleikar. Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur, Framsókn, Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn, Framsókn. Flokkur fólksins? Já, fer eftir því hvað flokkurinn sem þarna í vissu litlu hlutverki eins og þú segir, Viðreisn. En þú nefnir Viðreisn og það sem ég hef verið að velta fyrir mér og reynda rætt við Þorgerðum að þau eru alveg þversum gagnvart skattahækkunum. Samfylkingin alveg hörð á því að þeir ætla að fara í skattahækkanir. Ef þú horfir síðan til hægri að þá eru menn algjörlega þversum í Evrópumálunum gagnvart Þorgerði og ég meina Viðreisn bara flokkur sem hefur byggt tilvist sína á þeirri hugmynd að taka upp evru og gangi Evrópusambandið. Er hún ekki og pólitíkin í dag gengur út á það að málamiðlanir eru ekki vinsælar, flokkar sem hafa gert mikla málamiðlanir líða mjög fyrir það. Hvernig getur formaður eins og Þorgerður sem líklega samkvæmt veðbönkunum til þess að verða næsti forsætisráðherra eiginlega snúið út úr þeirri stöðu? Hún reynd, hún getur það alveg. Já, hún búin að vera á þingi síðan 1999, Já, -3 ár. Já, hún fór aðeins út. En það er samt þannig að sko, fólk hefur tilhneigingu til að vilja leysa svona hluti. Þegar að við sömdum við Samfylkinguna, Sjálfstæðisflokkurinn árið 2007, þá var hún með þessa Evrópuhugmyndir sínar. En lagði það strax til hliðar vegna þess að þeir vissu að það var engin meirihluti fyrir því og myndi ekki ná samkomulagi okkur það og það var engin meirihluti í þinginu fyrir því. Og það var auðvitað bara skynsamlega afstaða. Og ég hef líka tekið eftir því sem Kristrún að segja að það þurfa að vera sko ekki bara einhver 51% meirihluti, heldur ríflegur meirihluti. Já, hún kallar eftir því að verkalýðshreyfingin fari með sér í þetta. Já, og auðvitað væri langur... Ég held hún vilji ekkert fara í þetta, þeir eru bara að spyrja hana erfiðara spurninga. Hún reynir að svara þess ekki, sko, hún Kristrún, en hefur verið bara mjög heiðarleg með það að þetta sé ekki það fyrsta á verkefnalistanum. Þetta sé komið neðar. Já, það er reyndar alveg rétt hjá henni. Og en þannig er það ekki og það er opinberun að þannig er það ekki hjá Viðreisn. En það sögðu menn líka 2009 og við munum á kosninganóttina þegar Steingrímur J. Sól var ekki risin þegar var búin að stinga sína kjósendur í baki með það. Það var alveg umálegt náttúrulega en ég ætla bara að bæta við sko að semst í Noregi og Svíþjóð þegar voru mikil átök þetta þá tókst mönnum að taka þetta eiginlega út úr flokkunum. Það voru ágreiningur í flestum flokkum, kannski ekki alveg öllum. Og þeir byggu til já-hreyfingu og nei-hreyfingu. Já, sem gekk þvert á flokka. Já, sem gekk alveg þvert á flokka. Og þannig væri þetta miklu heppilegra að taka þessa glímu þegar og ef að því kemur. Gætu þeir þá samið það til dæmis, segjum að Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn, Miðflokkur eða Framsókn mynda meirihluta, að menn myndu segja, við ætlum að fara hér í þjóðaratkvæðagreiðslu á næsta ári og það verður tekið utan flokka, við bökkum út úr því. Já, það er erfitt átt að sjá þessu. En sko máli er það, fyrir ekki að ég grip fram fyrir þér, en sko þetta hefur bara ekkert verið í umræðinu í samfélaginu. Og Kristrún fer algjörlega tilbaka og síðan hafa allir bara verið passífir, allir. En nema nú þetta allt í einu komið á borðið og maður spyr sig býtu af hverju verið að gera þetta aðalmáli? Er almenningur að kalla eftir því? Nei, vandinn sá Björt og það hef ég fundið í þessum... En það er gott að vita auðvitað hvað stjórnmálamenn vilja gera, að sjálfsögðu. Kjósendur hafa valdið á morgun.
næstu 4 árin valdið ekki þeirra höndum. Þannig að það sem við höfum verið að gera hér í spursmáli þegar við erum að taka á leiðtogunum og setja svolítið þumalskrúf á þá, að þá segir oft, já það kemur í ljós eftir kosningar, það bara ekki boðið fyrir kjósendur. Nei. En sko þetta með að ná sér saman að halda kosningar, sko, það dálítið flókið ef að ríkisstjórnin ekki með það á stefnuskrá sinni að gangi bandaleg. Eins og Bjarni hefur marg bent á og gerði þarna 2013 eða þegar að sú stjórn var mynduð að sko ríkisstjórn sem hefur þetta ekki á sinni stefnuskrá tæpast að leggja fram tillögu svona þjóðaratkvæði. Það hálfgert. Já, það vandræðalegt og kannski óframkvæmanlegt, en hins vegar ég nú þeirra skoðunar búin að vera lengi að eina leiðin til að koma þessu máli út af dagskráni, bara í burtu, að hafa með þjóðaratkvæði og fella tillöguna. Já, þú myndir styðja slíka niðurstöðu? Já. En sko, þú veist, það bara aðrir hluti sem fólk hefur verið að ræða. Það þessi verðbólga, það húsnæðismálin, þú veist, og það heilbrigðiskerfið og hérna, fólk vill kjósa eftir því, held ég. Margir óákveðnir, eða svona gefa allavega ekki upp afstæðu sinna. Og þannig að þetta getur... Þeim fyrir fækkandi, það ansi margir. Já, en svona fólk farið, mér finnst alltaf gott að svona, því að áður var maður svo mikið inn í pólitísku umhverfi. Og það var manns Bergmanns hellir. Núna ég komin út úr honum, ég komin í byggingageirann og ég sitt á skrifstofu með konum sem í alls konar geirum, skapandi geirum og öðru og þú veist, það bara fólk að kynna sér þetta, kynna sér flokkana svona, dálítið í flýti núna á vefsíðum þeirra, horfa á Spursmál. Já, og bara TikTok og allt þetta, skilurðu. Fá hratt, hvað ætlar að gera, hvernig manneski ertu, hvernig tilfinningu hef ég fyrir þér og þannig að þetta getur farið bara, ég held að þetta verði mjög spennandi kosningar. Þetta getur orðið svolítið flókið, sko, þegar flokkarnir eru með mjög svipaða stefnu, þú nefndir efnahagsmál og vexti og verðbólgu og þetta. Ég hef tekið eftir því, lækkum vexti, XD, lækkum vexti, XC, lækkum vexti, XD, þú veist, það allir með það sama. Auðvitað vilja allir lækka vexti, það ekki ný pólitísk stefna, sko. Þannig að mér finnst þetta nú mjög ófrumlegt hjá flokkunum. Það. Sérstaklega þegar vextir eru nú ræðir í niðurleið vantarlega. Pólitíkin hefur verið skemmtileg síðustu vikurnar ekki vegna þess sem að flokkarnir hafa beint verið að færa framheldur þar sem að hefur skorist í brýnum milli mann og annað í þeim dúr, sko. Já, og það sem að fólk létt, þú veist, þessi nýju miðlar, ég man alveg maður fekk bara gæsað niður bakið að þegar einhver, á árum áður, þegar einhver ætlaði að reyna að vera sniðugur. Þú veist, höfða til unga fólksins og eitthvað. Það var ekki að virka. En núna, mér finnst flokkarnir allir vera að gera þetta skemmtilega. Ég nefni bara Framsóknarflokkinn, sko. Þú veist, nefnist í alvörinni, já. Ég horfði á Sigurð Inga og ég fekk alveg bara, þú veist, kalt... Ég mænan bara kreftist, sko, þegar ég sá hann byrjaði að fara að spila bongotrömmur í einhverju vídeói. En þetta var svo fyndið og Elsa konana sem einhvern veginn að biðla til þjóðarinnar að halda honum bara áfram í sinni vinnu en ekki heima á sér í þessu rugli. Ekki bongotrömmur. Þetta var sniðugt. Og maður hefði ekki getað veðjað á það að þið gætu allir dálítið að spila þennan leik. Inga Sæland. Hún náttúrulega uník og hún ekki að spila þennan leik. Nei, hún bara svona, sko. En ég get upplýst það að ég var dregin í TikTok-auglýsingu fyrir þessa bók á vegum Penna Seymundsson. Það var gott TikTok-myndband. Þú veist að hvetja fólk til að fara út úr snjalltækjunum. Og lesa. Það það sem fólk á að gera. Hvetja fólk til þess. Rétt í lokin, Björn, ert þú búin að gera upp hugðinn? Hvað þú ætlar að kjósa? Þetta einu spurningi sem þú mátt ekki spyrja þessum þætti. Já, en, býtu. Ég ekki að spyrja hvað þú ætlar. Ég ekki búin að því. Þú ert ekki búin að því? Nei, ég á bara dálítið erfitt með þetta. Verð ég að segja. Ég búin að því, sko. Já, þú ert búin að því. Ég bara óflögsbundin. Ég óflögsbundin, ég hrifin af mörgum, sérstaklega konum í mörgum fórustu sætum í þessum flokkum. Í hvað kjördæmi ertu? Ég í Reykjavík suður og ég horfa á þær konur þarna sérstaklega. Ég nefni Þorbjörgu Sigríði, ég nefni Lilju Alfreðs og fleiri þarna. Þú átt vona á símtölum og þetta Áslaugu Örnu. Þú átt vona á símtölum. Já, en bara þú veist það sem ég vil vita, hvorum megin ætlaði að lenda? Ég vil fá að vita. Að sjálfsögðu. Já. Þetta bara einföld og skýr krafa. Sem borin fram hér við þetta borð núna, áskorun til þeirra. Svarið þessu. Takk kærlega fyrir komuna og við verðum örugglega í bandi, heyrjumst eitthvað eftir kosningar og byrjum saman bækur okkar. Kemur í ljós hvort að þið reynist samspá í þessu. Við erum ekki alveg hætt hér á þessu vettvangi. Núna ætla að setjast niður með mér eftir örstutt auglýsingahlé. Það Kristín Gunnarsdóttir og Ólöf Skaftadóttir. Þær eru
ekki endilega alveg jafn málefnalegar í sínum málflutningi eins og þessi tvö sem að kveðja hér núna. Við erum Ice Guys, þið veitum náttúrulega ekkert hverju við erum. Það ekkert víst að við séum að fara í fangelsi. Guten Morgen, liebe Leute. Hvað gerðirðu við bókin peningin okkar á? Ice Guys 2. Horfðu núna. Stundum þarf bara að bretta upp ermarnar og gangi verkin. Ísland frábært land, en það bara ekki alveg að virka núna. Við þurfum að vinna þetta saman. Negla niður verðbólguna, slípa kerfið til, laga heilbrigðiskerfið. Við þurfum að passa upp á það sem við eigum hérna saman. Við þurfum að passa upp á landið allt. Við vinnum þetta saman. Við ætlum að laga Ísland. En þú getur það. Gripið og greitt í bónus. Við erum bara með notalegar jólagjafir. Kósí heilsuvinningsskór, gjöf sem verður elskuð og notuð alla daga. Betra bak. Tölum meiri árangur fyrir okkur öll. Klárum baráttuna við vextina, finnum ný tækifæri til að vaxa og trúum á kraftinn í sjálfum okkur. Svo við getum haldið áfram að byggja upp öflugt og örugt samfélag. Sjálfstæðisflokkurinn. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Við þökkum Geir og Björt fyrir þeirra innkomi hér og greiningu á henni pólitísku stöðum, en nú auðvitað orðið örstutt í kosningar og þetta þá ekki orðið ómálefnalegt eins og engið sé morgundagurinn. Þá fáum við auðvitað hingað í setti til okkar. Það Kristínu Gunnarsdóttur og Ólöfu Skaftadóttur sem að halda úti ómálefnalegasta hlaðvarpi landsins. Nokkuð ofsagt í því? Nei, við höfum einsett okkur að fara í mannin en ekki boltan í okkar umfjöllun stjórnmálin undanfarið. Já, ykkur leyfist að sem að öðrum myndi ekki leyfast, leyfi mér að halda fram. Er það ekki rétt? Já, enn sem komið Við veitum ekki hvað framtíðin beri skautið sér í þeim efnum. En jú, það virðist vera að við getum látið ýmislegt flakka á þess að eitthvað svona alvarlegar afleiðingar verði. Ykkur hefur ekki verið slaufað? Nei, en við erum alltaf komnar hingað, þannig hver veit. Já, það sem ég ætla að fá að ræða við ykkur einmitt. Hverju alltaf að varpa upp þetta núna? Ég með myndir af hryðjuverkamönnum sem að þið hafa verið í slagtogi við. Nei, en þið eru náttúrulega líka í öðrum störfum annað. Hefur þessi ósómi sem að þið haldið úti engin áhrif á þau störf? Eru yfirmenn ykkar ekkert að kalla ykkur á teppið og segja, þetta farið að reyna hér á þolrifin hjá samstarfsfólki? Já, það fyrir að koma því, en ekki hingað til. Ég meina eins og ég segi, við höfum bara sloppið vel og ætlum þess að fara svona, taka okkur smá hlé núna í nokkra vikur. Nú það? Já. Hvíla mannskapinn? Já. Þið byrjuðu á þessu í sumar, er það ekki ef ég maður rétt? Og ég rakst nú inn á þetta fyrir tilviljun og mér þetta krossbrá þegar ég áttaði mig á því að það var ekki verið að taka neina einustu fanga í þessu. Hvaða kenndir eru það sem dregur fólk út í það að halda svona löguð úti? Þetta var nú eiginlega út af því að við erum svo gamla vinkonur við Kristín og við eigum aðra vinkonur sem var bara í fæðingarorlofi og þar að leiðandi föst í mjög endurtekningarsömum athöfnum og leiðilegum og þetta var nú eiginlega bara gert fyrir hana í gríni. Það átti bara að vera entertainment fyrir hana, sko. En það byrjuði við náttúrulega í sumar þegar var ekkert að gerast þannig séð í samfélaginu, annað en bara fólk eitthvað að fara til tenni og kvarta við veðrinu, sko. Það náttúrulega voru svona umfjöllunarefnin aðeins önnur. En það hefur svolítið breyst eftir því sem leið á haustið og þessir rosalegu bara atburðir byrjuðu að eiga sér stað í pólitíkinni. Já. En þið hafið aðeins verið að búa kjósendur og almenningu undir það að nú muni fókus ykkar snúa annað. Þið hafið verið, haldið uppi hótunum til þess gagnvart fólki og fastagestum á Kjarval. Þið ætlaði að fara að taka fólk hreinlega systematískt fyrir af þeim vettfangi. Já, við erum aðeins svona verið í og með að taka fyrir skilnaðarorku 50+. Karlmanna, já. Og við munum alveg bara pottet halda því áfram, sko. Það líka bara eitthvað sem þarft og það samfélagslegt verk. Þið að sýna eitthvað rétt að andlit. Ég hef nú haldið þið fram og hef fengið miklar undirtektir í því að þið hafið fyrirlitningu á karlmönnum.
Það alls ekki rétt, við elskum þig til dæmis. Já. Við viljum bara svo að það komi fram. Við viljum bara hjálpa til við að lyfta upp þessum strákum. Ég undantekningin sem sannar regluna. Já, nei, við höfum alveg gefið það út frá bara fyrsta þætti að okkar tilgangur að lyfta karlmönnum fæddum svona frá svona 1990 og til svona 1970. Það þessi hópur sem okkur finnst að hafa bara verið haldið niðri systematískt. Það þarf að hjálpa þeim. Það þarf að hjálpa þeim og gefa þeim pláss og þess vegna höfum við líka einungis verið með karlmenn sem gesti í okkar þætti. Þið eigið bræður á þessum aldri. Já. Markast þessi afstæð ykkar að einhverju leyti að þeirri staðreynd? Já. Þetta menn sem að þarf að lyfta dálítið undir? Já, ég meina þetta ólæst og gengur hvað ekkert nýja rekur. Nei, en eina ástæðan þú varst að segja að við ætlum að fara að gefa pólitíkinni smá pásu, sko. Við höfum náttúrulega verið í svona ákveðnum nafngiftum í þessari baráttu. Einmitt. Og þetta eru svona uppnefni sem hafa verið að festast ansi hressilega. Já, látið mig þekkja það, en þetta aðferðafræði sem að Donald Trump hefur masterað vestanhafs. Já, og við lítum mikið til hans í þessum efnum. Þið eruð trumpistar, þið stuttuð hann í baráttunni. Já, við náttúrulega bara með beinum fjárframlögum, já. En segið mér, varðandi þessi uppnefni, eigum við að fara yfir nokkur þeirra? Endilega. Hvað svona það sem að þið hafið haft mest gaman af? Sko, við náttúrulega, svona okkar ástartjáning svona dálítið stríðni. Þannig að það mjög mikilvægt að menn séu ekki að taka þessu eitthvað mjög alvarlega, sko. Nei. En ég meina við höfum... Uppáhaldið mitt klálega sesamfræðið sem hér situr. Sem enginn skilur nema þið. Stefán Einar Stefánsson. Já, skamstöðurinn. Goes on and on. Cesar. Það hefur nú kannski verið betra. Nei. Við erum, Alma Möller hefur farið dálítið illa út úr þessu. Hún hefur farið hallloka, já. Það alveg þannig. Hvað kalliði hann aftur? Wuhan Möller. Já. Með vísan í koronaveiruna. Já. Og Wu-Tang Clan. Þetta svona... Og hvaða tengingu finnið þið í henni og þeirri ágættu sveit? Þegar að Þorri þríeykisins var komin í framboð fyrir Samfylkinguna, þá fannst okkur þetta vera orðið svona klan. Já. Og þannig að... Eitt leita öðru í rauninni, Þetta er eins og svo margt, í okkar. Þetta bara kom. En árásir ykkar á þríeykið hófust en þetta gegn Þórólfi, þeim sem er ekki í framboði? Þið völduð yfir manngreiði held ég fyrsta þætti. Það? Ég man ekki eftir því. Ég ertu ekki að tala um Þórólf kaupfélagsstjóra? Við fórum dálítið vel yfir hann. Þið fóruð yfir þá báða. Já, reyndar, já, það er rétt. Þetta voru tveir Þórólfar. Þetta var Þórólfur Sótt og Þórólfur Einmitt. Já, þetta er rétt. Þið voru með fullyrðingar um það að þetta voru menn sem vildi ekki fá neitt inn í landið. Já, einmitt, já. Hvorki ferðamenn eða matur erlendis frá annað. Gaman hvað Stefán er betur að sér í okkar eigin dagskrárgerð heldur en við. Ég er eins og Svandís Svavarsdóttir og nú síðast Þorgerður Katrín hafa bent á vel lesin. Já, þú ert lesin og læs. Ég reyndi að fá læs og karlmennum í Íslandi. Fleiri uppnefni? K-Frost, það er alveg pikkfast. Er það? Ég sé það á Facebook-statusum frá alls konar fólki. Og þetta er líka þvert á pólitískar skoðanir. Þetta er ekki uppnefni, þetta er bara skammstöfun. Já, en ég með þetta er samt svona ákveðin elegans yfir þessu, finnst mér. Og mér finnst svona ákveðin, mér finnst gaman þegar stjórnmálamennir taka þetta líka upp á sinna eigin arma. Ég sá til dæmis Instagram-vídeó í gær frá Guðrúnu Hafsteinsdóttur, dómsmálaráðherra. Við höfum verið að kalla hana ísdrottninguna og Guðrún er mjög hlý kona, ég þekki aðeins til hennar en það er aðalega út af bara fjölskyldu businessum hennar sem er kjörís í Hveragerði. Og við erum náttúrulega, okkur hefur fundist það svona dálítið aðför gegn lýðheilsu, hvað hún og hennar fjölskylda aðhafast. Hún hefur verið að dreifa hreinlega þessum flaugum sem þau framleiða, frostpinnum, á ungviði þessa lands, eða það er að segja í framhaldsskólum. Grófaburt. Og hún upplýsti mig um daginn að hún hefði verið að dreifa 300 grænum eldflaugum. Ég sagði, býttu grænum, af hverju ert þú ekki með bláar eldflaugar? Og þá sagði hann, já, þær eru ekki framleiddar. Hver getur ráðið því annar en Guðrún Hafsteinsdóttir? Þetta er nú bara enn annað e-efnið og mataliturinn. Bara dómsmálaráðherra gefur bara út reglugerð eða einhverja skipun og bróðir hennar fer og framleiðir flaugar í bláum lit. Einmitt En hún er, við köllum, það er ísdrottningin hann í Suðurkjördæmi, hún mætti alveg læra aðeins í marketing, heyrist mér. Er það? Já, ég meina, hún er að gefa einhverja framsóknar eldflög. Já, það er augljóst. Hún stóð sér þetta vel á umdeildum kosningafundi sem ég stýrði á Selfossi fyrir vikunni, sem að rataði fréttir, en uppáhaldsuppnefni mitt hlýtur þó að vera fiskikóngurinn. Já. Þið er að taka mjög þekkt, ekki uppnefni, þetta er markaðstæki. Þetta er bara vörumerki í raun. Já, og þið hafið yfirfært það á einhverja grandalausa mannesku í húsi atvinnulífsins. Mér finnst hún bera þennan titil bara glæsilega. Já, hún er stolt líka. Já, hún er ekki drottning, hún er
kóngur. Hún kóngur, sko, já. Og þar að tala Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur. Já, einmitt, sem sko bara 1,59 eða eitthvað í raunheimum, en í vinnunni alveg svona 1,79, sko. Já, ef ekki meira. Já. Og þarf ekki að hæla til. Nei, enga lag, sko. Nú skulum við fella þetta óábyrga tal og fara í annað óábyrgt tal, flokkarnir. Já. Hvað að teiknast upp í ykkar huga út frá þessum könnunum og tilfinningunni þegar þið horfið á þessar leiðtogakappræður? Þetta langt bestu leiðtogakappræðurnar klárlega hér á mbl.is í gær. Þið hljótið að taka undir það? Já, hingað til hafa þær bara verið, þær voru mjög fínar, já. Það sem að teiknast upp, ég veit ekki, mér hefur fundist þessi kosningabarátta í fyrsta lagi að vera bara mjög málefnileg, skemmtileg. Ólíkt þættinum ykkar? Aha. Já, það er að segja hann nú skemmtilegur en ómálefnilegur, já. En mér er svona geta fundið allt og þar hefur mér fundist kannski Ríkisútvarpið verið einna síst. En þessir einkamiðlar bæði hér og svo líka bara þessi hlaðvörp öllsumul og ég nefni Vin okkar á Viljanum og Chess After Dark og fleiri þætti þar sem maður getur svona nálgast hluta á dýptina. En mér hefur fundist nokkuð augljóst að þessi kosningabarátta snýst efnahagsmál og í mínum heimi þá er voðalega fátt sem skilur í þeim efnum að Sjálfstæðisflokk og Viðreisn sem alltaf teiknast upp með að vera svona með stærstu flokkunum að minnsta kosti. En þú nefnir efnahagsmálin. Nú er verðbólgan að hraðri niðurleið, komin 4,8%. Vextirnir eru augljóslega að tikka hratt niður, já, menn eru kannski ekki alveg að ná tökum á ríkisútgjöldunum en segja það, þetta verður komið jafnvægi 2026. Ætti ekki bara Vinstri grænir og Framsókn og Sjálfstæðisflokkur bara að vera blúsandi siglingu inn í áframhaldandi stjórnarsamstarf með þetta? Já, ef það væri eftirspurn. Þetta er náttúrulega búið að vera svo brjálæðislega leiðilegt. Og það er svona held ég allir sé á TikTok að njóta lífsins. Bara eftirspurn eftir einhverju sem er ekki svona mokstus leiðilegt. Og ég held líka að það er miklu fleira sem skilur að þó að samfylkingin sé á miklu rönni og svo leið sko að þau eru að tala fyrir skattahækkunum, þau eru að tala fyrir allt öðrum hlutum heldur en svona þessari efnahagslegu sýn Viðreisnar og Sjálfstæðisflokks. Verður Viðreisn í lykilstöðu að Þorgerður Katrín sé næsti forsætisráðherra? Ég held að pottið fyrir svona viku síðan. Ég er ekki alveg viss núna. Þetta er gríðarlega spennandi sem er gaman fyrir okkur sem eigum ekkert undir annað en bara fjör á morgun. Ég meina, ég vona bara að mér finnst Togga æðisleg og mér finnst hún alveg eiga fullt erindi í ríkisstjórn. Þannig að ég vona að þau komi bara vel út úr þessu. En mér finnst þetta samt ennþá bara stórt spurningamarki hverjir ætla að reyna að ná saman eftir þessar kosningar. Og ég held reyndar að Sjálfstæðisflokkurinn eigi töluvert inni. Og meira hann hefur að mælast. Já, ég er saman því. Við munum mynda nýja ríkisstjórn á Reykjavík Hilton Nordica á sundaginn, á sundarskvöldið, þannig að þetta mun skýrast mjög fljótt held ég. En þið eru líka mjög hrifnar af Svandísi Svavarsdóttur, en hún virðist vera stödd eins og ég nefndi hér í fyrir hluta þáttanins, bara í einhvern dauðadal með flokkinn, hann bara haggast ekki upp á því. Nei, það er rétt sko. Ég meina, þú veist, hún hefur daginn í dag og morgun til þess að minna á sig. Ég meina, Svandís er, hvað maður að segja, svona eins og svo ég slett á ensku, svona household name í íslensku stjórnmálum. Mér finnst nú. En það verðist ekki verið að hjálpa henni? Nei, ég held að við spyrjum að leikslokum. Ég trúi á henni annað en þú virðist vera. Nei, ég meina, ég horfi bara á tölurnar. Stefán, ég ætla að snúsa við núna. Trúið þú því að Svandís ná inn? Þú vonar það en... Ég vona það heitt og innilega vegna þess að hún er frábær og hún er stór og hún er okkar kona, sko. En ég held ekki því miður. En það er Inga Sæland frænka þín líka? Inga Sæland, já, ég held að þau líka eiga eftir að fá góða kosningu. Mér fannst þú reyndar ekki alveg nógu góð í kappræðanum, bæði hjá ykkur og hún kallaði þig nú vampíru, í gær, í kappræðan Vísis í gær. Það er ekki nýtt. Nei. Ég er þetta sammála þeirri nálgast. Nei, mér fannst hún fór að ræða í gær á Vísi, sko, einhverjar ferðir sína til kvensjúkdómalæknis og fleiri þeim dúr, sko, en ég veit ekki alveg hvað það halaði en mörgum atkvæðum, ég verð að segja eins og er. Nei, og mér finnst líka, sko, Flokkur fólksins hefur kannski verið dálítið vanmetin í þessari baráttu. Þau eru að koma inn, þau eru í ótrúlegri sókn. Þeir hafa fengið dálítið frið líka. Vegna þess að ef þú ert ekki einhvern veginn í efsta sætinu eða virkar ekki svo ógn við aðra flokka, þá færðu frið. En einhvern veginn grunar mann til dæmis að þessir erfiðleikar sem að Vinstri grænir eru í, Sósíalistaflokkurinn og Píratarnir, séu að hluta til vegna þess að það fólk sem að öðrum kosti myndi fella sig við þessa flokka horfir bara á málflutningu Ingu, hvernig hún er að tala fyrir stöðu hinna vestsett og annað í þeim dúr. Þetta mikla fylgi sem hún er með hlýtur að koma stóru hluta úr þeim ranni. Já, en mér finnst samt sko, ég sá nú einhverja frétt, ég man hvort það var í gær eða fyrir þetta í vikunni, að oddvitið þeirra í suður var að boða neyðarlög á Seðlabankann til að lækka vexti. Þú veist,
þetta náttúrulega, þú veist, ekkert sem gert í siðuðu samfélagi, sko. Þannig að, þú veist, ég held að sé mikilvægt þegar maður inn í kjörklefanum aðeins að, láta börninum óskalista jólagjafir, sko, og vera ekki í einhverju svo rugli, sko. Ekki í pólitíkinni. Já. Nei, en ég meina, mér samt baráttan er búin að vera góð og þau eru búin að mjög skýr skilaboð og bara flottara auglýsingar sem bara, Hún er með fullt af peningum frá ríkinu til þess að gera auglýsingar. Þetta er bara mjög vel gert hjá henni og bara, þú veist, mun skýrari lína hjá Flokki fólksins í hvað þau eru að boða heldur en til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn. Það er allt svolítið út og suður, sko. Já, sko, Inga er náttúrulega algjör stjarna, sko. En mér hefur nú reyndar fundið Sjálfstæðisflokkurinn vera að ná sér á strik undanfarandi daga. Það virðist margt benda til þess að svona straumurinn sé svolítið í þá áttina, en það veitur nú ekki af með að við fyrri úrslit kosninga. Ég meina, fylgið verið að mælast alveg ótrúlega lágt miðað við það. Já, en ég man nú bara síðustu sveitarstjórnarkosningar, það var viku fyrir, í borginni, sko. Það var viku fyrir kjördag, þá mældi Sjálfstæðisflokkurinn með 16% í miðri Íslandsbankasölu og ég meina, kom tæplega 25% upp á kjörkössunum, sko. Þú veist, unga fólki er ekki að svara svona könnunum, ég held að geti, og svo er bara ógeðslega mikið hreyfing á fylgi. Ég held að þetta geti bara margt svona breyst fram að síðustu stundu, sko. Eitt varðandi Ingu Sæland, þið nefnir að hún hafi ekki staðið sér nægilega vel í kappræðunum í gær, svo kappræður hjá RÚV í kvöld sem að maður reyndar efast að margir horfa á, þetta er svo langdregið og tunglamalegt með 10 eða 11 frambjóðendur í setti. Er ekki bara væntingastuðlinn á Ingu varðandi svona kappræður og svo hár og hún hefur einu sinni grenjað sinn á þing í kappræðum. Við erum enn ekki hægt að búast bara við einhverri óvæntri bombu úr þessar átt? Jú, og ég meina það er náttúrulega geðveikt að geta bara gripið í eitthvað söng ef þú lendir í einhverju brekku með að svara. Eða segja bara við eins og hún sagði við þig, hættu þessu bulli. Já, ég snar hætti, kom ekki upp orðið eftir það í kappræðunum. Já. En hún er engu lík. Kristrún Frostadóttir, hún hefur náttúrulega verið að keyra mjög harða baráttu. Hún er að sigla flokknum heim með miklu betri úrslit heldur nú síðustu kosningum. En það er margt sem bendir til þess að hún muni lenda undir 20% í hreyfingin í þá áttina. Hvernig myndu þið ef að þið værið að leiðbeina henni eða fá hana til þess að útskýra þetta á kosninganóttina þegar menn fara að reka mikrofónuna framan í fólk? Er ekki erfitt svona út frá væntingasjórnun að líta á þetta sem sigur? Jú, það er auðvitað alltaf erfitt að vera á miðju kjörtímabili með svona ruglfylgi. Ég meina, ef ég man rétt, þá var hún með tæplega 30% bara í júlí. En hún er náttúrulega búin að reka kosningabaráttu í 2 ár og sem er ótrúlegt úthald, sko. Ég held að Samfylkingin eigi bara að vera glöð með, sko, þú veist, allt yfir 15% er bara stór sigur fyrir Samfylkinguna, bara með við síðast. En þau myndu nú ekki líta svo á? Nei, sagði hún ekki eitthvað staðar að ef hún myndi ekki fara í stjórnarmyndun eða vissast vera einn af þeim að hún ætlaði bara að hætta þessu? Já. Það kom fram eitthvað staðar. Aha, ok. Sagði hún þetta ekki í prívatsamtal? Þetta var ekki í prívatsamtal og ég ætla að selja þetta ekki eins dýrt og við söldum hérna sögurnar brjóstmynd af Einari borgarstjóra. Já, og mikið, og er þetta satt? Ég meina, Einar Þorsteinsson hefur borið þetta og bara fullyrt að það sé ekki þægt þess að þið eru að bera ásakanir hér á fólk. Þetta er, ég meina, þið getur bara lent í málaferlum. Já. Þið fullyrtuð að þið hefðu heyrt mörgum áttum að hann sæti við þá iðju að láta útbúa brjóstmynd úr bronsi af sér inn í Ráðhúsinu. Einmitt. Já, ég meina þetta voru bara total afglöp af halvu koma gott pott. Já, við höfum alveg sagt það við hann og hann er bara léttur og hefur gaman að þessu. Já, en við höfum aldrei kvika frá því sem við heldum fram hann elskar eigin spegilmynd. Já. Hann Einar. En það myndu þið líka að gera þið lítið út eins og hann? Einmitt, sko. Ég öfunda Einar mjög. Við vitum ekkert hvernig þetta er að vera svona í útliti eins og hann er, sko. Það er geðvikt, sko. Þannig að, já. Þetta eru öfundsýkisrattir, það er alveg augljóst. Er að vænta einhverja bombu frá ykkur í aðdraganda kjördags? Ég meina, er þetta ykkar síðasta gig? Þetta er bara okkur svanasöngur, Stefán minn. Þessi þáttur hér, sko. Já. Nei, við höfum verið með náttúrulega í alla nóvember svona kosningaþætti á lögðum. Já. Þannig að þú varst nú gestur í einum þeirra. Fyrsti gestur. Reiðst á vaðið. En við ætlum ekki að stunda áráður á kjördag.
við erum kunnum okkur svona stundum. Þannig að við ætlum ekki að gefa út neitt þáttinn á laugardaginn og fólk getur bara farið án þess að vera með komið gott pottið í eyrunum inn í kjörklefann. Einmitt. En hvernig kjördagurinn hjá ykkur? Því að aðeins tala að fólk klæði sig upp og ég flagga nú á kjördag og svona, við viljum heldur fara frekar vel til fara. Erum þið að gamla skólan? Já, absolutt. Ganga á kjörstað, mér finnst það smart sko. Mikilvægt sko. Ekki keyra, ganga, sama hvernig viðrar. Segðu fólkinn á Möðrudalsörögunum þar? Já, ég ætla að gera það. Já. Í alvörunni hringdu strax. Já, ég hringdi. En erum við ekki svo að fara að vera ykkur kosningu sem var bara með þér? Nei, ég afþakkaði það. Ok. Ég átti eftir að segja ykkur það, en við förum yfir það hér á eftir. En svo eru flokkarnir með kosningavökur og svoleiðis, munið þið láta sjá ykkur þar? Já, við komum inn og verðum með atriði, það er alveg ljóst. Já, bara sá sem vinnur, þú veist, hann er bara okkar maður. Þið farið þangað? Já, við fyrir þangað, já. Það verður nú eitthvað þannig í bæ, ekki nokkrar nægilega bara á sama blettinum, bara rétt við Alþingi. Jú. Þetta Samfylkingin er í, nei, Vinstri grænir eru í Iðnó. Fúahjallinum? Já, einmitt, þar sem við verðum nú með sjó eftir við í næstu viku. Já, það er nú óþarf að auglýsa það, það er uppselt. Það er uppselt. Ekki eða tími í það. Já, og svo er sjálfstæðisflokkurinn hann á NASA. Já, gamla sjálfstæðishúsinu. Já, og Viðreisn á borginni. Þannig að þetta verður. Það verður stutt að fara á milli. Já. Eftir því sem að tölurnar. Já, bara fyrstu tölur að vera á einu stað, svo kannski bara breytist það, maður veit ekki. Já, þið eru bara til sölu hvað það var. Já, alveg. En aðalspurningin er þessi, hvað ætlaði að kjósa? Ég bara ætla að fá að viðhafa kjörþögli hér. Af hverju? Bara. Þú þegir ekki við nokkur sköpuðu hlut. Þú spyr maður við hérna einfaldra spurningar og þú getur ekki komið hreint fram hvað hvað ætlar þú að kjósa? Það liggur ekki ljóst fyrir. Nei. Kannski þarf að vera einhver mystík í kringum þetta. Það held ég. Já, klárt. En þú, hvað ætlaði þú að kjósa? Ég ákveð mig alltaf inn í kjörklefanum. Já. Þannig að ég get sagt þessi óákveðin akkurat á þessari stundu. Já. Eru þið báðir í Reykjavík Suður? Norður. Reykjavík Norður? Já. Ég er hérna við mörkin. Já. Ég fekk mitt símtal frá Diljá Mist Einarsdóttur frambjóðanda í Reykjavík Norður í gær og hún var svona að spyrja mig hvað ég var óska eftir að hennar hálfu hvað hún myndi gera betur sem þingmaður og ég sagði bara halda áfram bara þessu mataræði sem þú hefur viðhaft hérna. Já, þið hefur gert alltaf mikið og ég vil að viðurkenna að það er fátt ógeðfeldara sem ég hef heyrt en sá ávann hennar að borða pizzur með pepperoni en taka pepperonið af. Já, þetta eru nýjir botnar í mataræði. Já, þetta er alveg stór merkilegt. Já. Þetta er eitthvað nagga árátta líka þarna og þetta er alveg bara ekki í lagi Já, fullorðnu fólki. Já. En hún er góð í einhver öðru. Já, harðuglega. Ég held að þessi yngsti hæstaréttarlögmaður landsins, það er nú eitthvað. Já. Og minnsti. Absolutt, það er klárt. Nei, Sigga And, ekki gleyma henni. Var ekki 148,5. Já. Hún er 4. Heyrðu, það er heilsilegt að fá fólk sem er ekkert að fara í grafgötum með það hversu ómálefnilegt það er. Það er gaman að fá ykkur hér í sett og gaman að hlusta á okkur. Ég fær nú kannski að heyri ykkur þó þið farið í pásu með podcastið. Við getum þurft að grípa hér til örþrifa ráða á næstu vikum til þess að halda stöðunni í landanum. Já, hver veit. Takk fyrir kærlega fyrir komuna, Ólöf og Kristín. Takk. Þá er þessu lokið hér á þessum vettvangi, en ég minn ykkur á að við verðum á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 8 á sunnudaginn, húsið opnar klukkan 7, þið getið tryggt ykkur með á tix.is, þar ætlum við að fara yfir kosningarnar og hver veit nema ný ríkisstjórn verði mynduð þar einmitt upp á palli hjá mér. Já, við skulum allavega vona það. Ef ekki, þá fáum við allavega áhugaverðar upplýsingar niðurstöðu kosningarna akkurat á þessum góða vettvangi. Við verðum svo hér í næstu viku, hvet ykkur til að fylgjast með og auðvitað Morgunblaðinu. Þar fylgjast við með nýjustu fréttum og á mbl.is allan kjördaginn og fram á nóttina. Ekki láta þetta fram hjá okkur fara. Verið sæl.